Í dag ætla ég að nýta flugu sem er svona eina af þessu flugum sem er yfirleitt í bóksinu hjá mér. Sérstaklega ef ég er að veiða einhvers staðar í straumvatni og upp á hálendi kannski hefur svolítið loðað við þessa flugu. Þetta er svona einhvers konar kattis eftirherma eins og svo ofboðslega margar aðrar flugur, enda kattisflugan vætt biti fyrir silunginn okkar. Og þetta er svona, ég kalla þetta kattis eftirlíkingu en í rauninni má bara kalla þetta einhvers konar púpu. Hún heitir ekki neitt þessi fluga, tek við uppástungum ef einhverjar eru. Krókurinn sem ég ætla að nota er frá Arex og heitir F2F555. Þetta er önnur jig típan frá Arex. Þeir eru með aðra sem eru svona aðeins styttri en þessi er svona í lengra laginu og leggurinn er svona aðeins lengri. Nú ég er búinn að koma fyrir tungstenkúlu á króknum og þessi er 3,2 mm og liturinn heitir Gunsmoke sem er geðveikt. Og ég byrja bara á því að festa þráðinn. Sumum finnst ágætt þegar verið er að nýta þessar diggpúpur, þá getur verið ágætt að byrja bara á því að áður en maður gerir nokkuð annað að festa þráðinn hérna og byggja upp smá kúlu af þræði og setja smá sappagap og þá er þetta að tylla kúlunni hérna, þá er hún ekki á þessari hreyfingu en við látum það ekki hafa áhrif á okkur. Hún festist á endanum. Nú fyrsta efnið, það eru vöf. Það er bara klassískur koparvír. Það má nota silfurlitaðan, gylltan, brúnan, svartan. Í rauninni alveg eins og ykkur hendar. Festan hérna á nærhliðina hjá mér. Færi þráðinn aftur og svo fram aftur. Nú bakefnið í þessari flugu, það getur verið úr alls konar efni. Ég er með hérna fesantil fjöður sem er svona orðin hálf þreytt og ég ætla bara að taka hérna nokkrar fanir af henni og notast við þær. Og það er ágætt ef við gerum það er ágætt að hnýta þetta niður þannig að endarnir hérna þannig að við hnýtum þá niður ekki afturhlutan hérna, hann er töluvert efnismeiri og töluvert sverari fanar hérna neðst þannig að það kemur svona aðeins betur út að hnýta endara niður og þá er ágætt að hnýta þetta bara niður hérna næst kúlunni færa síðan þráðinn bara laust aftur og draga fanirnar. Sluppi 2. Allt í lagi. Slitnaði þráðurinn, það er klassískt. Látum það ekki slá okkur út af laginu. Það er oft, ég veit ekki hvort ég sjá það á þessum kúlum. Það er svona smá nappi hérna. Hvað er hann hérna hjá? Og þær geta verið ansi beittar þessar kúlur og vilja gjarnan skera á þráðinn. Sem er náttúrulega fullkomlega óþolandi, en það venst. Nú búkurinn, hann er úr tvenns konar döbbi. Ég er með Hairline UV Tan æstöpp. Tek smá af því og
Svo er ég með döbb hérna sem að heitir Caddis Brown eða einhvað því líkt, ég man ekki hvar ég keypti þetta frá hverjum þetta er bara héri sem er litaður og ég blanda þessu tvennu saman þannig að úr verður svona Caddis brún með smá diskói og eins og alltaf þegar ég döbba því að sjálfsögður á því hvernig þið gerir þetta þá finnst mér ágætt að byrja bara rólega, setja bara lítið í einu og bæta síðan bara við. Það er ágætt að leyfa búknum aðeins að breyka eftir því sem er komið framar. Reyna að hafa hann svona nokkuð jafnan samt. Passa að byggja ekki upp einhverja döbb kúlu hérna á miðunni. Förum hérna alveg upp að kúlunni. Nú ætti hún vera farin að festast. Svona. Þá tökum við fanínar. Eitt bragð hérna yfir til að stilla þær af. Og svo vírinn. Vírinn vill færa fanirnar örlítið. Það er að segja að draga þær aðeins til hliðana. Og það er bara allt í lagi. Það er hægt að við getum lagað það aðeins til ef við viljum. En ég held að það sé ekki of mikið atriði. Ná sem vír hérna, svona já. Svo í lokin, þá er ég með brúnt döbb. Þetta er líka héri litaður. Bara svona til þess að gefa flugunni smá meira svona, ég veit ekki hvað að kalla það. Gera hann allavega flottari, finnst mér. Og það er nú oft lykilatriði svo að maður velji nú fluguna úr boxinu. Svona. Smá lakk á þráðinn. Hérna er alveg klassískt að slíta þráðinn á kúlunni. En það slapp. Svona, svo í lokin áður en við köllum þetta gott. Það er ágætt að taka bustan og aðeins svona gera hana svolítið spiky. Svona. Caddis eða bara einhvers konar tungstenpúpa sem veiðir fisk, það er nú lykilatriði.
klár og tilbúin í boxið. Takk fyrir mig.